Góðan og blessaðan daginn og gleðilega hátíð. Við ætlum að byrja þessa stund í Jesú nafni, við ætlum að byrja því að syngja saman. Innilega velkomin og þið sem er heima sitið, innilega velkomin. Fri fagnir gjörvum
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýraníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi vera léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýr sé Guði í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust þar hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var þetta eins og þeim hafði verið sagt. Sonur Guðs sem sorg og þröngt og syndir manna ber.
Velkomin öll og gleðilega hátíð. Mér langar aðeins að segja ykkur frá því að
Við fengum mjög góða jólagjöf núna á þessum jólum. Fyrir þá sem ekki vita að í upphafi árs þá setti kirkjan sér það takmark að leysa 40 fjölskyldur úr þrælavinnu í Pakistan. Og núna rétt fyrir jól þá náðum við markinu og ég svo gladur yfir því að við náðum markinu. Þetta kostaði okkur og bara ég vil þakka öllum sem tóku þátt, bæði sem að horfa og eru hér í salnum vegna þess að þetta var í upphafi árs þótti okkur þetta eiginlega óyfirstíganlegt markmið en með Guðs hjálp að þá tókst það. Þannig að 40 fjölskyldur hafa fengið að byrja nýtt líf. Þessar fjölskyldur fyrir þá sem ekki vita voru í, má segja, skuldafangelsi og í nauðungarvinnu. Og það var í flestum tilfellum var öll fjölskyldan látin vinna, kannski foreldrar með 5-6 börn vinna myrkrana á milli. En nú geta börnin farið í skóla og foreldrarnir byrja nýtt líf. Og ég bara svo gladur yfir því að þetta tókst. Og það í Biblíunni talað lausnarár og fagnaðarár. Þannig að ég gat ekki fengið betri jólagjöf en þessa. En að þessari hátíð við sjáum hérna 4 ljós, kertaljós og þetta svona, þau hafa ákveðin boðskap til okkar þessi ljós að það spádómskerti, það fyrsta, síðan það Betlehem, hirða og englakerti og það má segja að öll kannski hafa þau sinn ákveðna boðskap. Fyrst að það var spáð fyrir komu Jesú Krists og að hann fæddist í borginni Betlehem, sá spádómur kom fram og það voru englar sem fluttu boðskapinn og það voru hirðar sem fengu að heyra boðskapinn. Þannig að aðventan tími þar sem beðið eftir komu einhvers og í sem sagt hinni fornu Róm að þá var það kallað aðventa, sá atburður þegar að konungur kom í heimsókn eða einhver af fyrirmönnum, vanlega voru það konungar. Og mér langar að vitna aðeins hérna í sögu sem ég las fyrir ykkur hérna held ég fyrir 6-7 árum að hún eftir hann Max Lucado eða eins og hann segir frá sögunni eins og hún gerist. Að hann segir svona, við lásum vitringana og þeir hefðu ekki getað ímyndað sér fábrotnari og meira auðmýkjandi kringumstæður en þegar Jesús fæddist. Það gólfið var hart, það var lítið hey, kóngulóarvefur í loftinu og María, hún lítur í andlit sonar síns, drottin hennar, hátign hennar og á þessu augnabliki þá það unglingsstúlka sem í raun og veru best skilur hvað Guð að gera. Og hún minnist orða engilsins á ríki hans mun engin endir verða. Guðdómurinn hefur komið í þennan heim og fundið sér stað í fjárhúsi. Og þetta barn hafði haft yfirsýn yfir alheiminn. Hans skikkju eilíðar nú skipt út fyrir tötrana sem héldu á honum hitra. Í gullna hásæti hafði verið yfirgefið í skiptum fyrir skítugt fjárhús. Fjárhirðar í stað tilbiðjandi engla. Lífið í þorpinu gengur sinn vanagang og það enginn sem veit að Guð kominn á staðinn. Kráareigandinn myndi ekki trúa því að hann hefði vísað Guði út í kuldann. Og fólk hans hefði eflaust hæðst af hverjum þeim sem segði að Messías lægi í örmum unglingsstúlku í þorpinu þeirra. Það voru allir svo uppteknir
að jafnvel allt of uppteknir til að íhuga þann möguleika. En málið er að þeir sem misstu af komu hans þá, að það var ekki vegna þess að þeir væri svo slæmir eða vondir. Nei, þeir misstu af honum vegna þess að þeir voru ekki að í raun og veru að leita hans eða byggust ekki við honum. Og spurningin er fyrir okkur á þessum jólum, erum við að leita Guðs svona yfirleitt? Eða er okkur það nægjanlegt að hann kom einu sinni og við höldum upp af það einu sinni á ári? Eða erum við að svipast eftir þessum Jesú? Eða viljum við eiga samfélag við hann? Og aðventan, hún er ekki bara eitthvað sem var, hún er líka eitthvað sem er. Vegna þess að þessi Jesú sem kom, hann dó og hann reis upp frá dauðum, hann er ekki bara jólasaga, allavega ekki fyrir mig. Og Biblían segir mér að hann kemur aftur á skýjum himins. Og það stendur hérna fram á kirkjunni okkar að Jesús Kristus sé svarið. Og hann er svarið núna. Vitið það, hann er svarið núna. Hann var ekki bara svarið þá eða einhver sem kom inn í heiminn, eitthvað fallegt barn. Nei, hann er svarið núna við þörfum mannkynsins og það sem meira er að hann vill vera með okkur. Hann vill fá að taka þátt í lífinu okkar. Og Biblían segir okkur það að á sama hátt og hann vilja fá að vera með okkur núna, að þá mun hann koma á ný. Hann er ósýnilegur núna, en hann mun koma sem sýnilegur á skýjum himins. Og það er svo margt núna sem bendir til þess að koma hans sé í nánd. En spurningin erum við að vænta komu hans eða erum við eins og allt fólkið þarna svo upptekin í öllu því sem við erum að gera að við gefum ekki táknum tímanna gaum. Jesús hann kom og hann mun koma. Og spurningin líka sérðu Jesú bara sem fallega jólasögu, lítið barn í jötu, eða getur þú séð hann sem Immanuel. Immanuel þýðir Guð með oss. Guð með þér. Hann vill fá að vera með okkur öllum. Og mig langar að lesa eða vitna hér í Jesaja, kafla 9 og vers 2, þar sem segir að sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Og þar komum við að spádómskertinu. Þetta var spádómur Jesúm Krist, að sú þjóð sem í myrkri gekk þá og þeir sem í myrkri ganga í dag, að það ljós til staðar. Og aftur segir ritningin, hið sanna ljós, þetta Jóhannesarguðspjall, sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn og á þeim dögum þá var hann í heiminum og heimurinn þekkti hann ekki. Og ég spyr mig, þekkir heimurinn hann í dag? Er þetta ekki bara óskur svipað í dag og það var þá? Menn segja alltaf, árið 2021, vitið það er svo margt sem eins árið 2021 og var árið 0 eða árið 1. Maðurinn hefur nefnilega svo óskaplega lítið breyst. Hans eðli bara mjög svipað. Tækninni hefur fleygt fram en mannlegt eðli ennþá hið sama og við erum að fást við sömu mannlegu vandamálin í dag og við vorum að fást við á dögum Jesú. Það hefur ekki breyst. En hér segir að hið sanna ljós sem kom í heiminn sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Og spurningin viljum við leyfa Jesú að upplýsa okkur? Það er alltaf spurning, viljum við leyfa honum að upplýsa okkar líf? Og spurningin sjáum við að það til Guð? Við lesum aftur í Jesaja 60,
myrkur grúfir yfir jörðinni, sorti yfir þjóðunum. En svo kemur hann aftur og segir, statt upp skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Og myrkur yfir þjóðunum og dýrð Guðs þarna fyrir ofan. Það skiptir svo miklu máli hvað fólk sér. Stöndum við upp eða sitjum við bara í myrkrinu. Og það eru margir sem sjá bara myrkur í dag. Og ég hef undanfarna daga og verið að biðja fyrir fólki sem það bara Guð hefur lagt það á hjarta mitt að biðja fyrir fólki sem inn á geðsjúkrahúsum, fólki sem inn á geðdeildum. Af hverju? Jú, af því að sálarlíf þess brotið og ég trúi því að Jesús Kristur sé eini læknirinn. Lyf lækna engan, þau slæfa. Þau slæfa þannig að þú getur temprað manneskjuna, þú getur slæft sálarlífið þannig að manneskjan kannski fungerar en lyfin lækna ekki, það bara hirði sálar okkar sem getur læknað. Og ég las grein eftir geðlækni núna einhvern daginn og hann var einmitt að tala þessa miklu þörf að það eru barna- og unglingageðdeildir eru fullar og allar aðrar geðdeildir eru fullar og það vantar rými fyrir þá sem eru andlega og sálarlega sjúkir. Þessi maður, hann sagði, og hann geðlæknir, og hann sagði að ástæðan að hans mati var svo að, og þá var hann að tala ungar stúlkur. Af hverju eru þær inn á geðdeildum, ungar stúlkur? Tvær fallegar ungar stúlkur hér í dag, heilbrigðar. Þær eiga gott heimili, þær eiga afa og ömmu og það var einmitt það sem geðlæknirinn sagði, það vantar afa og ömmu í dag og mamman farin út á vinnumarkaðinn í mörgum tilfellum og það þýðir ekki það að pappinn sé kominn inn á heimilið. Þannig að börnin eru svo mikið ein, það vantar öryggi og það vantar þetta skjól. Það þriðja sem hann nefndi var að það vantar líka trúna. Við erum horfin frá trúni. Það vantar það öryggi og þá bara andlegu heilsu sem trúin á okkar skapara og samfélagið við hann gefur okkur. Þannig að Jesús, vitið það að hann svo þarfur fyrir okkar samfélagi í dag og þetta bara spurningin að við opnum hjört okkar, opnum heimil okkar og opnum þjóðfélagið okkar fyrir honum og fyrir því sem hann vill við okkur tala. Og ég segi aftur að Jesús Kristur, hann svarið. Hann svarið fyrir mannkynið og mannin, okkar innri mann og bara allt okkar líf. Við heimsóttum eldri konu, ég og kona mín, núna fyrir í mánuðinum og hún var eins og svo margir í andlegri krísu, einmana og börnin hennar voru hætt að koma til hennar og ég var að benda henni á það að Jesús vildi vera hjá henni og væri hjá henni ef hún bara opnaði fyrir honum og ákallaði hann og þá segir hún svona við mig, hann kemur ekki í staðinn fyrir börnin mín. Nei, hann kemur ekki í staðinn fyrir börnin mín, sagði ég, það alveg rétt. En börnin þín koma heldur ekki í staðinn fyrir hann. Sjáðu til, ég búinn að vera mjög vel giftur í 40 ár. Konan mín, hún kemur ekki í staðinn fyrir Jesúm Kristi mínu lífi. Hún mætir ekki þeirri andlegu þörf sem Jesús Kristur mætir í mínu lífi. Ég get heldur ekki mætt hennar andlegu þörf sem Jesús gefur henni. Við erum sköpuð fyrir samfélagið við Jesúm Krist sem kom til jarðarinnar fyrir 2000 árum. Guð kom inn í mannlegt líf og sýndi okkur að hann væri til. Guð sannaði fyrir mönnunum að hann væri raunverulegur og að hann væri
til. Spurningin hvað sjáum við í dag? Það eru svo margir sem að sjá ekki Guð. Það eru svo margir sem sjá bara myrkrið. Og það eru svo margir sem sjá bara ógnina af þessu og ógnina af hinu. Og margir að fást við alls konar risa í sínu lífi. Og þess vegna það sem að, ég svo gladur að það sagt að hann kom, hann fæddist í Betlehem og hann fæddist í borg Davíðs. Og það til saga þennan Davíð í Gamla testamentinu. Þetta sá sami Davíð og felldi risann. Og þessi saga, hún stórkostleg vegna þess að Davíð, hann treysti á þennan Guð og hann sagði, þessi Guð með mér og þessi risi, hann ekkert fyrir Guði. Og það svo gott að hafa þetta hugafar Davíðs á þessum dögum að vita að Guð með okkur og hvaða risi sem mætir okkur, við getum sigrað hann í nafni Jesú Krists. Við getum sigrað hann í nafni Jesú Krists. Spurningin bara sjáum við Guð eða sjáum við risann? Ef við sjáum Guð bak við risann, að þá göngum við í sigri. Ef við sjáum bara myrkrið og risana, að þá líður okkur illa. Og þess vegna höfum við í raun og veru geðdeildir af því að fólk, það mín skoðun og mitt mat, það sér ekki Guð. Það sér ekki og Guð fær ekki þann stað sem hann á að eiga í okkar lífi. Í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla að þá sagði Jesús Kristur við lærisveina sína, hann sagði, innan skamms mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig, því að ég lifi og þér munuð lifa. Og það skiptir svo miklu máli hvað við sjáum. Sjáum við hlutina með augum Guðs eða sjáum við hlutina, sjáðu til, ótti getur stjórnað því hvað þú sérð. En andi Guðs, hann getur líka stjórnað því hvað þú sérð. Og þess vegna skiptir svo miklu máli hvar við erum. Höfum við staðið upp og til þess að sjá hlutina með augum Guðs, höfum við leyft anda Guðs að taka sér bústað í okkar hjarta. Jesús Kristur, hann sagði, það getur enginn séð. Við byggjum öll, tilkomið þitt ríki, verið þinn vilji, við byggjum öll svona, það þekki allir þessa bæn. En svo kemur bara Jesús Kristur og segir, það getur enginn séð þetta Guðs ríki nema hann endurfæðist. Og hvað þýðir það? Þú getur ekki séð Guð nema fyrir anda hans. Þú þarft að meðtaka anda Guðs, þú þarft að trúa að hann sé og þá getur þú séð Guð. Þá getur þú átt samfélag við Guð. Þú getur ekki bæði hafna Guði og sagt hann ekki til og átt samfélag við hann. Þú þarft að trúa því að hann sé til og að hann vilji vera með þér. Og það einmitt það sem hann vill og hann þráir. Það var annað sem Jesús Kristur sagði, og ég fer að ljúka máli mínu, hann sagði, mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur? Finnur hann trúna í þínu hjarta? Ert þú að hugsa Guð á daginn eða ertu bara að hugsa sjálfan þig? Þetta ekki góður jólaboðskapur? Þetta góð spurning að spyrja, af hverju erum við að halda upp á jólin? Trúum við því að Guð sé til? Trúum við því að Jesús hafi verið Guð? Trúum við því að hann hafi komið og dáið fyrir syndir okkar? Og höfum við gert eitthvað með það? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur? Og svo sagði hann þetta vers, og ég ætla að skilja það eftir hjá okkur, hjartið skelfist ekki. Hans ráð trúið á Guð, trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búið stað. Þegar ég farin burt, hef búið stað, kem ég og aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég Þannig að hann kemur og hann vill fá að taka okkur með sér.
En finnur hann trúna í þínu hjarta? Viltu leyfa honum að finna trúna í þínu hjarta? Viltu gefa honum hjartaðið? Viltu hafa hann með í þínu lífi? Viltu elska hann eins og hann elskar þig? Við skulum bara biðja saman áður við syngjum síðasta söngin okkar í dag. Og mér langar að biðja ykkur að rísa á fætur og biðja með mér. Bara að við sýnum okkar Guði þá virðingu, við ætlum að tala við hann, við stöndum upp fyrir þér, Jesús Kristur, Sonur Guðs, og við gefum þínu nafni alla dýrð hér í kvöld. Og ég þakka þér fyrir það að þú komst í þennan heim, þakka þér fyrir það mikli, voldugi, heilagi Faðir að þú sendir Jesúm til þess að vera með okkur, og þakka þér fyrir að hann hér í kvöld í heilögum anda. Þó við sjáum hann ekki, þá hann hér, og Drottinn, við gefum þínu nafni dýrðina, og við viljum segja, Drottinn, þú ert okkar hirðir. Þú leiðir okkur rétta vegu fyrir sakir nafns þíns, og við viljum líka biðja saman fyrir þjóðin okkar, og ég vil biðja fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda í kvöld. Drottinn, þeir sem inn á geðsjúkrahúsum, Drottinn, ég bið svo innilega fyrir þeim. Drottinn, þú elskar fólk sem í sárum og að þjást, Faðir Guð. Þú elskar líka þá sem líður vel, Drottinn, og þú elskar okkur hér. Drottinn, við biðjum þig að þitt ríki komi og að þinn vilji megi verða, Drottinn, í nafni Jesú. Við biðjum að fyrirgefa okkur okkar skuldir, og þakka þér fyrir að þú hefur blessað okkur. Þú gefur okkur daglegt brauð, og ég þakka þér fyrir að þinn mátturinn, þín dýrðin, og mikil dýrðin þín, Drottinn. Hversu dýrlegt nafnið þitt alla jörðina. Faðir, ég gef nafninu þínu dýrðina, ég elska þig, ég lofa þig, og ég þakka þig fyrir einn og sérhvert hér í dag, í Jesú nafni. Amen. Drottinn bless ykkur, og nú ætlum við að syngja Heimsum ból.
Amen. Við hérðan úr Hvítasunnu í Keflavík viljum óska ykkur gleðilegur jóla og við megi friður Guðs vera með ykkur í dag og alla daga og þökkum fyrir árið sem er að líða og hlökkum til að vera með ykkur árið 2022. Drottinn blessi ykkur, Drottinn blessi heimilið ykkar og þið sem heimið sitjið. Við erum bara friður Guðs megi vera með ykkur og gleðilega jólahátíð. Amen.